you are paying. Þetta var Elvis, ég heiti Sjöfn og ætla að sitja hér til klukkan 7 í dag. En hingað til mín í þáttinn er kominn góður gestur, en það er Gestur Gestsson, auglýsingahöfundur og eigandi auglýsingastofu Gests Gestssonar. Þú ert velkominn, Gestur. Takk að þér fyrir. Er nóg að gera við auglýsingar í dag, Gestur? Já, já. Hefur kreppan í þjóðfélaginu komið niður á auglýsingunum? Já, af þessu leyti hefur hún gert það, en það þýðir ekkert að gefast upp, maður verður bara að láta sverða til stáls og breyta sér á móts við markaðinn. Nú hafa auglýsingar þínar vakið athygli. Já, auglýsing sem ekki vekur athygli, hún er gagnslaus. Já, dæmi slíka auglýsingu er til dæmis kókosbollu auglýsingin sem nú hefur verið að sýna. Já, hún hefur vakið sterk viðbrögð. Já, í þessari auglýsingu sést unglingsstúlka vakna, hún sefur í gegnsæjum náttkjól, hún fer í sturtu, sápar sig alla, burstar tennurnar áður en hún klæðir sig í og fer svo niður í eldhús og fær sér kókosbollu í morgunmat. Já. Hver er tilgangurinn með svona auglýsingu? Fá fólk til að kaupa. Já, sko, nú kemur maður ekki í fljótu bragði auga á tengslin á milli þess að ung stúlka fær í sturtu og þess að selja kókosbollu. Já, sjáðu nú til, sko. Það er tvennt sem virkar í auglýsingum, það er nekt og fyndni. Og í þessari auglýsingu var budgetið frekar lítið og það er miklu ódýrar að fá einhverja stelpu til að fara úr fötunum með einhvern góðan gamanleikara. Þetta er bara business, hver er hann business? Já, en nú er þessi stúlka valla orðin mannbær. Já, hún er rétt nýorðin kynþroska greinlega. Er hún ekki fullung? Nei, hún er akkurat á réttum aldri. Maður höfðar bara til grundvallar hvata í manninu. Markhópurinn er ungir, drengir og kallmenn. Sjáðu til, þarna eru hugrenningatengslin á milli þess að éta og þú veist, éta, og þeir hafa á tilfinningunni að þeir sé að éta hana, þeir éta þessi krembröð. Kókosbollur. Já, kókosbollur. Og já, svo henda þeir umbúðunum bara. Já, þetta hefur hneyksla marga og Jafnréttisráð hefur ítrekkað reynt að fá starfsemið þinnar auglýsingastofu lagða niður. Já, Jafnréttisráð á náttúrulega ekkert að vera með puttana niður í viðskiptalífinu. Business er business, sjá þetta. Já, en það er ekki bara Jafnréttisráð sem hefur haft horn í síðuðinni. Verðlagsráð hefur margoft veittir áminningu fyrir að undirbjóða keppinautana. Þú gerir auglýsingar á kostnaði verði. Og þarna sérðu hvað þetta er sík. Ég er að gera það sem ég hef gaman á og starfa sjálfstætt að því. Og ég hlýt að geta ákveðið sjálfum mér kaup. Þú sem sagt ert að þessu til að hafa gaman að því? Já, íbland og til dæmis að mér mjög gaman að gera þessa kókosbolluauglýsingu. Já, ég get svo sem trúa því. Nú hefur síðanefnd íslenskra auglýsingastofa margoft stöðvað auglýsingar. Já, maður fer nú að efast notagildi þessara síðanefnda þegar maður er í svona samkeppni þá teflir maður alltaf á tvær hættur, sko. Og ég hef stundu vísvitandi farið að ystu mörgum þessum er leyfilegt til að ná athygli. Já, mörgum er enn í fersku minni auglýsing sem þú gerðir fyrir Amalía kaffi. Þá var sungið Boga kaffi er bölvað piss og Berild kaffi líka. Langbesta kaffið á Íslandi er Amalía kaffi. Já. Datt er virkilega í huga þú kæmist upp með að kalla framleiðslu aðal keppinautana bölvað piss? Akkur ekki? Bara svoleiðis segir maður ekki. Já, en nú er Boga kaffið ódrekkandi. Það er nú bara almenn sannin. Það er bara sérsla því að í kaupfélögunum út allt land hefur ekki annað verið til. Það er sama, sko. Því hefur verið haldið fram að þú gerir vísvitandi auglýsingar sem verði bannaðar til að vekja athygli og geta sett fram einhverjar órökstyðjanlegar staðhæfingar til að valda keppinautunum skaða. Jafnvel þótt auglýsingi birtist ekki einu sinni á skjánum. Hver heldur því fram? Því hefur bara verið haldið fram. Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara ófræðingar herfyrir að hendu mér, af því ég gerir óulegar auglýsingar. Í þessari auglýsingu sitja konur og drekka kaffi. Þær eru berar. Af hverju? Þetta var eina af þessum ódýru auglýsingu. Það var bara engin peningur í búningana. Já. Þú ert þá gætur? Já, það gæti. Þú ert nú ekki vestur sjálfur. Heldu. Hvað er þetta að gera með þessa haglabissu? Þú kemst að því. Opnaðu munnin. Opna munnin til hvers? Hagga hjá þessu úlinni. Jæja, þá er þessi heimur orðin aðeins betri en hann var áðan. Ég átti að hafa gluggan eða eitthvað annað á bakvið hann. Ég verið í allan dag að þrífa þetta af mixernum. Já, það verður að hafa það. Og nú, Elvis.